Komið sæl. Sæll. Hvað segir þú gott, Íka? Ég segi bara fínt. Það var gott. Já, já. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Ég er búin að hafa það rosa gott, eða svona þannig á pínu veikur. Já. Ég bað fyrir að mér myndi batna og mér er batnað. Já, halleluja. Já, þetta er svona, gerir stundum svona snöggt. Og Nákvæmlega. Hvað segir þið gott? Er þið glöð? Er þið sátt við bara hvernig byrjunin á árinu er og svona? Já, bara, ég er rosa glaður. Svo glaður að hafa fundið Guð og ég er glaður að ég sé hérna með ykkur. Og við ætlum að spila nokkuð lög. Saman, öll saman fyrir kórinn. Já. Og ég mæli með að þið takið þátt út eða það er ekkert skemmtilega heldur en að lofa Guð með öðru fólki. Og, fyrir okkur ekkert skemmtilega að lofa Guð með ykkur þegar þið takið þátt. Já, halleluja. Þarna er það. Þannig. Þetta byrjar einhvern veginn svona. Rísa fætur og lofa Guð saman. Halleluja. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than in unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Sing a little louder, 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 oh, sing a little louder, sing a little louder, in the presence of my enemies, sing a little louder. Sing a little louder, yeah. My weapon is a
Amen. Velkomin á samkomu United Reykjavík, gaman að sjá okkur hér allir í kvöld. Fullt af fólki, gaman að því. Það var mikið að vera helgina. Jesú helgi í Kríunesi og ný byrjun með Darren Goodman, Stefán Salmonsson í Smárakirkju. Þetta var bara algjör veistla þessi helgi. Og það gott að koma saman og lofa Guð. Og við ætlum að eiga yndislegt kvöld í kvöld. Björn Ingi ætlar að tala til okkur í kvöld. Ég spenntur fyrir því. Þetta staðurinn hans hérna. Amen. Við ekki að rísa á fætur og biðja saman. Það nokkuð bænarefni sem okkur var borist inn. Og Guðmundur Skorri okkar sem ætlaði að vera í kvöld. Þetta að fara upp á spítala. Eitthvað sem að angar hann og við biðjum Guð að varðveita hann. Það fjölskylda sem að í sárum út af einstakling sem að fór í neysluna nýju. Óvinnurinn fer sem öskrandi ljón til þess að stela, slátra og eyða. En Guði til þess að gefa líf og lífi fulli gnægð og það ætlum við að taka á móti hér í kvöld. Og ég hvet ykkur til að hafa opið hjarta fyrir því sem Guði er með fyrir okkur í kvöld. Við erum öll með eitthvað bænarefni og eitthvað hjarta. Við skulum bara setja hendurnar út, loka augunum, leyfa Guði að koma og snerta við okkur. Faðir, bara þökkuði fyrir náðin og miskunn, þökkuði fyrir hversu undursamlega góðu þú ert, Drottinn. Bara blessum einn og sérkvæmt sem hér inni, Drottinn. Þú þekkir bænarefnin okkar. Þú þekkir ef við erum að berjast við eitthvað, Drottinn minn. Við erum líka að þakka fyrir öll, Drottinn, öll bænasvörin. Þakkiðan, Drottinn, til þín fyrir því að þú grípur inn í líf okkar sem þú ert alltaf að gera, Drottinn. Þú ert alltaf til staðar, sama hvað er í okkar lífi, þá ert alltaf til staðar. Gefðu okkur trú og meiri trú, Drottinn, til þess að byggja líf okkar á. Megum við treysta þér fyrir öll í okkar lífi. Ég biðjum fyrir Guðmundur Skorra og þessari fjölskyldu, Drottinn, ég biðjum að þú megir halda verndarhengd yfir hún. Ég þakka þér fyrir læknana sem er að hjálpa honum núna, Drottinn. Þú stjórnar höndur læknana, allt megi fara vel og við bara köllum fullkomið heilbrigði inn í líkamans í Jesú heilaga nafni. Og ég biðjum bara, Drottinn, að þú megi blessa okkur inn í þessa viku. Þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert lifandi Guð. Þú ert Guð sem þráir að mæta okkur öllum í öllum okkar kringumstæðum í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Gott að biðja. Gott að finna fyrir heilugum anda. Gott að finna þegar hjartamann svona mýkist og opnast. Og þegar við tökum þátt í lofgjörðinni, sem er svo mikilvægt þetta, Guð dvelur í lofgjörð síns lífs. Það er hann sem er að snerta í hjartanu þegar við erum að lofa Guð. Þegar þetta yndislega fólk leiður okkar áfram inn í lofgjörðina, þá finnum við að það gerist eitthvað í hjarta okkar. Það opnast og við skulum ekki loka því. Við skulum leyfa orðinu sem eru talað hér eftir koma inn. Ef þú ert hérna í fyrsta skipti þá býð ég hjartalega velkomin. Og ég veit að það er fólk hérna inni sem er að nota ennþá. En veistu það, við erum bara þakklátt að þú skuli vera hér í kvöld, en ekki einhvers staðar úti. Þú ert hérna þar sem að þú ert elskaður, þar sem þú farið að tilheyra og það sem er tekið á mótið með kærleika og vináttu og það er það sem við viljum gera í þessi starfi og við höfum alltaf gert. Bara Guð blessi og ég bið bara Guð megi snerta yfir lífiðinni hérna í kvöld. Svo minni ég okkur á samskot og gott að við tökum saman þátt í því sem við verðum að gera. Það kostar að vera hérna líka. Það er posi hérna aftast og það eru fötur sem ganga og bara Guð blessar og elskar glaðan gjafara. Það er gott að gefa inn í Guðs ríki í Jesú nafni. Amen. Lag fjallar að vera ekki lengur þræll óttans, eitthvað sem stýrði mínu lífi í meira en 16 ár og ég er svo glaður, ég er svo ótrúlega þakklátur fyrir að vera loksins komin á stað þar sem ég get bara verið óhræddur og ef ég er hræddur þá er ég með einn félag til að tala við og það er algjör snill. You unravel me with a melody. You surround me song of deliverance from my enemies.
mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Come on, så att vi synger. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Sing it, Lord. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, uns allt það böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Syngjum saman. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Ég vil fá að nefna nafni Jesús, yfir það sem óttinn lamar af. Ég hvern hann sem að byrðar ber og þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn látur, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, yfir hjörtun öll og hverja sorg. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús
Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafni hans, Jesús. Takk Drottinn fyrir kraftin þinn sem að leysir sjúka, sem að læknar Drottinn. Kraftur þinn sem að leysir okkur frá fíkn. Kraftur þinn sem að leysir okkur undan þjáningu, undan þunglindi, undan kvíða Drottinn. Nafnið Jesús, ekkert annað nafn en nafnið Jesús. Við þráum bara, við köllum þetta nafnið við fjölskyldur okkar. Við segjum þetta nafnið við vin okkar. Við segjum þetta nafnin í myrkrinu, inn í nóttinni. Það er ekkert annað nafn en nafnið Jesús sem að leysir. Það er ekkert annað nafn en nafnið Jesús sem að læknar. Sem að gefur kraft, sem gefur líf í fullri gnægð. Ekki bara til þess að komast frá A til Ö, eða til þess að komast degi frá degi í þjáningu, heldur gefur okkur líf og líf í fullri gnægð. Líf sem fullt af gleði, líf sem fullt af von, líf sem fullt af trú. Heilaði Faðir, ég lofa nafnið þitt í kvöld. Ég þakka þér fyrir náð þína. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Og Jesús, ég bara kem gegn öllu þunglindi, öllum kvíða hér í kvöld. Ótti þarf að beygja sig fyrir nafninu þínu. Kvíði þarf að beygja sig fyrir nafninu þínu. Fíkn þarf að beygja sig fyrir nafninu Jesús. Og við hrópum nafnið Jesús hér í kvöld. Þannig að sérhver tunga skal játa og sérhver kné skal beygja sig. Ótti skal beygja sig, kvíði skal beygja sig, fíkn skal beygja sig fyrir nafninu Jesús. Nafnið Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús. Jesús strætum ó. Jesús inn í myrkrið og alla okkar von. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesús. Halleluja. Þú ert Guð, þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngvar sem að mikla verkin þín.
rétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, þín nærvera mesta gleðin mín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi þú ferð, gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig, þér og Guðir helgu lóðgjörð mín. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi
Svo fer sem þú gafst mér sem minn vinur að svo líkt öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrifast af því hver þú Jesus. Svo fer sem gafst mér sem minn vinur svo líkt öllu því sem ég hef séð. Halleluja. Takk Jesús að þú ert mitt á meðal okkar. Hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Og ég þakka þér fyrir Drottinn Guð að þú þekkir hvert og eitt okkar með nafni. Þú veist fjölda hára á höfðu okkar, Drottinn minn, og þú hefur tilgang og blessun og kærleika inn í líf okkar allra, Drottinn. Bara bið í Jesú nafni að við mögum vera hér í kvöld að meðtaka frá þér, Drottinn, hafa trú og við treystum þér, Drottinn, að þú talir inn í líf okkar í Jesú nafni. Amen. Óli myndist á Jesú helgi sem var núna helgina. Við áttum dásalega stund upp í Hótel Kríunesi. Ég og fjölskylda mín rekum það hótel. Ég á 4 börn sem öll vinna með mér þar, yndislega trúuð og alveg hellinga barnabörn. Ég þori ekki að segja ykkur hvað eru mörg, en það er 1 hérna í kvöld. Þannig að þetta spyrst út á meðal barnana og barnabarnana. Og ég eignaðist trúna þegar ég var 17 ára gamall. Ég hef alltaf átt svona einhvern neista í mig þegar mamma kendi mig bænir. Og það skiptir svo miklu máli ef þú átt lítil börn eða ert afi eða amma eða bara þessi sáning skiptir svo miklu máli. Þannig að ég var alltaf svona meðvitaður að það væri hugsanlega til Guð. Ég trúði ekki á hann, ég hafði ekkert persónlegt samfélag, ég fór stundum með faðirvorið og svona Guð blessaði pappa og mömmu og bræður mínar eða eitthvað svoleiðis, en ekkert meira en það. Og svo var einhvern tímann spurður að því, færðu bænasvör? Og það fékk mig til að hugsa. Og mér langar að hvetja þig til að vera opinn í þínu umhverfi. Það er svo fullt af fólki þarna úti sem á svona trú, en leið þú segir við það Jesús eða svona opnar umræðan upp, þá verður bara ný vitjafel til inn í þeirra lífi. Ég allt í einu fór að hugsa, er Guð virkilega til? Og þetta lét mig ekki í friði, þangað til ég bað bænina, Drottinn kom inn í hjarta mitt og þá fékk ég að upplifa, 17 ára gamall, þetta gjörbreytti mínu lífi. Og ég er búinn að ganga með Guði þess að ég á 4 yndisleg börn og ég man eftir þegar ég eignaðist dóttir, fyrst dóttir mín, hún kom í heiminn og hún var svona 3 mánaða gömul. Mér langar að segja ykkur stuttlega frá bænasvari, svo ætla ég að biðja þess að dóttir mín að koma upp á eftir og aðeins að deila því með okkur. Það eru 30 ár síðan og hún stóð á þessu sviði, 30 ár. Og hún var blessuð og las upp eitthvað vers og tók þátt í einhverju samveru sem var í veginum í gamla daga. En þegar hún var eitthvað 3 mánaða gömul og þá hringir kona mín í mig og ég er í vinnunni og hún segir,
skil ekkert hvað í gangi með hana Söru, hún bara grætur, það sem sé verið að stinga nálinn í hana. Og ég heyrði grátin í síman og dreif mig strax heim og búin að taka hún úr öllum fötum og lá hérna í körfin okkar og bara grét svona sársauka gráti, bara tárin streymdu niður og það var hringt á vaktina, læknavaktina og læknirinn sagði sko, ef þetta heldur svona áfram í 20 mínútur í viðbót, þá verður það að koma hann eitthvað upp yfir. Það sennilega eitthvað að innra með henni. Garnirnar ganga inn í hvora aðra eða eitthvað svoleiðis. Svo ég var alveg hérna, Guð, ég er sonurinn. Okkur heyrir ekki mína bæn, sér ekki hvernig barnið grætur. Og var alveg hérna, Guð. Og svo svona byggðist upp í mig svona einhver pirringur út í Guð og hjarta með þetta náttúrulega með barninu mínu að sjá það svona var náttúrulega bara hræðilegt. Svo allt í einu kom í huga minn, dragðuð af síðu. Svo ég fór hérna inn í herbyggi sem var dálítið langt frá, fór þar inn, lokaði hurðinni, heyrði svona óljóst í grátunum og svo bara sagði Guð fyrirgeðu með pirringin, hérna bara takk fyrir lífið, takk fyrir barnið, takk fyrir þú blessa mig svo stórkostlega. Bara allt í einu mitt í þakkagjörðinni, kannski svona 5 eða 10 mínútur, þá bara kom til mín, vá, hún er læknuð. Svo ég lappi inn í herbyggið, barnið grætur, legg puttan á ennið á henni og hún hættir að gráta. Og bara fór að brosa og ég alveg, vá, þvílíkur Guð, þvílíkt kraftaverk. Ég hef líka lent í því með son minn, hann fekk eyrnabólgu og þetta gerist yfirleitt á nóttinni, þá fór hann að gráta og ég tók hann alltaf yfirleitt á nóttinni í fangið og gekk með hann gólfið, hólið og þakkaði Guð fyrir lækninguna og svo allt í einu upplifði, hann er kannski læknaður núna, lagði hann í rúmið, 5 dögum seinna byrjaði hann aftur. Og þannig hélt þetta áfram í 1,5 ár. Svo einn daginn þegar ég var að ganga með henni eina nóttina í ganginum, þá bara kom svipur svona tilfinningin í líf mitt. Og aldrei eftir það grét hann var búinn að fá einhver rör í eyrun og búinn að eiga við hann rosalega mikið, það bara fullkomlega læknaður. Stundum svara Guð bænum strax, stundum það aðeins lengri tími, en Guð heyrir alla bænir. Sara, dóttir mín, komdu. Mér langar svo að hún segi vitnisburð sinn, ég kenndi henni frá barnæsku að treysta Jesú. Kannski þessi hérna. Bara þögn í salnum, hvað er í gangi? Hvað eru tæknimennirnir? Allt hefur sinn tíma. Yey! Pabbi, ég held að ég hafi staðið hérna þegar ég var svona 10-11 ára fyrir framan svona fulla kirkju og það var á jólunum og við systurnar lásum saman jólaguðspjallið. Það var alveg svona góð minning. En pabbi kendi mér og við vorum að syngja hérna nafni Jesú. Og pabbi kendi mér að hvert sem ég fer, hvað sem ég geri, þá er nafni Jesú sterkar en allt. Og þegar ég var 16 ára gömul, akkurat fyrir 30 ára síðan, 2. mars, þá bjó ég upp á Vassenda og við áttum svona samastað krakkarnir á Vassendunum og við vorum í svona yfirgefnum kofa, vorum búin að safna okkur alls konar dótið þarna inni. Á neðri hæðinni í kofanum, það er svona hleri og þar vorum við með sófasett og við vorum með kerti og við vorum með gasofn og 60 kíló af gasi. Þarna vorum við, hittumst, oft vorum við svona 10-12 saman, en þetta kvöld vorum við 4. Og þetta kvöld var svona aðeins öðruvísi, vegna þess að við vorum náttúrulega oft að drekka og við vorum að reykja og við vorum á útvarpstæki með batteríum og vorum að hlusta á tónlist. Það var engin sími, gemsar eða neitt á þessum tíma. Og við áttum ykkur ekki á því, en það er gas að leka og það lekur og
þar til að við erum eiginlega svona bröll að detta út af. Svo einn strákurinn, við vorum 2 stelpur og 2 strákar. Einn strákurinn hann lappar upp stigann og segir það vantar allt súrefni hérna, og leið og hann opnar hliðran þá kemur súrefni niður og það kemur sprenging, og ég ekkert að djóka, það var sprenging. Voru kertið þarna ekki? Kertin, þegar gasið fyrir upp í hæðina á kertinu þá kemur sprengingin við blandast við súrefni, og þetta 12 fermetra fletur sem voru minni neðanjarðar, þykki veggir og einangrunarplast í loftinu. Og það fyrsta sem ég geri var að kalla þess hátt, og ég gat nafnið Jesús, og ég kallaði svo hátt að það var eins og einhver að kom bara og blásið kerti bara, og allt var svart, og við sjáum bara hlerinn er opinn, og ég labba upp og ég segi við strákinn sem eru uppi, hjálpa þú krökkunum sem eru niðri, ég ætla að fara að ná í hjálp. Og það eru 3 kílómetrar á næsta bæ. Þegar ég kem út úr kofanum, það er allt í snjó, og ég byrjaði að taka hárið og setja í snjóin og slökkva svona eldinn sem var þar. Hendurnar mínar voru svona, ég fann ekki fyrir þeim, en ég hljóp á næsta bæ og var að banka á gluggan og svaraði enginn. En ég vissi hvað fólki svaf, þannig ég kastaði steinum í gluggan. Það snjóboltum eða eitthvað, og þau komu og hentu mér inn í sturtu og sögðu, hvar eru hinir? Og ég segi, þau eru að koma, nenni að hjálpa þeim. Og þau ringi sjúkrabíla sem bæði og villast. Þau rati ekki upp á Vassenda, fara upp á Heimsenda eða eitthvað. En við stöndum þarna, svo sé ég krakkan að koma. Einn vinur minn misti andlitið í þessum bruna, 17 ára. Við erum förum inn á spítala, og ég man að ég var inn á gjörgæslu, og þarna læknar í kringum mig og búin að taka mig úr fötunum og sjá hversu mikið brennt ég og hárið mitt hérna fast í öxlinni og þeir segi, Sara, þú ert að fara í aðgerð núna? Ég segi, nei, ég fer ekki í aðgerð fyrr en það er búið að biðja með mér. Og læknarnir bara kom inn og þú ert að fara í aðgerð? Ég segi, nei, ég vil fá mömmu eða pappa. Og þau voru kölluð, mamma kom inn og ég setti alla út af bráðamóttökunni svo við getum beðið saman. Og við áttum þessa bæn og þá vissi ég að þetta yrði allt í lagi. Svo fer ég inn á skurðstofuna og fer í aðgerðir. Ég var inn á spítala í næstu 3 mánuði og ég var svæfð yfir 50 sinnum. Og það var mér svo minnistætt að í hver skipti sem við þurftum að fara í þess aðgerð, þá varð ég einhvern veginn að fá einhvern til að biðja með mér. Á þessum tíma þá var lindin og hún var bara til klukkan 12 á kvöldin. Og ég hringdi niður á Lind eitt skipti og sagði, ég er að fara í aðgerð, getið beðið fyrir mér? Og þau segi, já, bænastundin byrjar eftir þennan tíma og eitthvað. Ég alveg, ok. Svo fer ég aðgerðina, en ég fer ekki ein, heldur kemur eitthvað útvarpstæki með mér. Svo var búið að sótthreinsa og þau mátti ekki svæfa mig fyrir að það var búið að biðja fyrir mér á Lindinni. Þannig að allir læknar, þeir voru í grænum sloppum og allir tilbúnir. Þar til að maðurinn á Lindinni var búin að biðja fyrir stelpunni í aðgerðinni. Og þá loksins fekk ég grímuna og fekk að sofnaði ég. En á spítalunum þá var þessi stelpa, þannig að ég var svolítið forvitin. Ég brenndist efri hluta, vinkonum mín brenndist meira á neðri hluta, þannig ég var svo sem var alltaf að kíkja. Og á spítalunum það var sameiginlegt klósett með einhverjum herbergi við hliðina. Og það er að opna báða megin og ég fór og kíkti. Og þar var þessi stelpa og hún var mjög mikið veik. Og ég segi við hana, hæ, hún alveg hæ, og við byrjum að spjalla og hún segi, þekkirðu Jesú? Ég segi, já, ég þekki Jesú. Heyrðu, geturðu hjálpað mér að stilla útastækið mitt? Ég næði bara aldrei þessari Lind. Og ég hjálpa henni. Svo við vorum oft svona að spjalla saman og vorum að horfa á vídeo saman og svo leys. Og svo allt í einu segir hún við mig, Sara, hún var mjög, mjög veik. Hún segir, Sara, veistu það, í nótt og dreymdi mig draum og hún var með tárin í augunum. Og
Hún segir, Sara, mér dreymdi bara að þakið það rifnaði svona frá og allt í einu sé ég bara hest koma niður. Og þetta var svona hvítur hestur og hann með gullhófa og hann með gullbeisli og það var svona gull kerra, svona farókerra. Og veistu hver var í kerrunni? Sara, veistu það? Ég, nei. Og tári mín byrja að streyma, það var Jésu, já, og veistu það, hann kallaði nafn mitt og þegar hann rétt út hendurna til mín, þá læknaðist ég. Og veistu það, ég fann bara hvernig líka mig læknaðist. Og þessi stelpa var svo veik og ég var alveg, og tárin okkar grétum þarna, en þessa sömu nótt deyr hún. Og ég veit að Jesús sótt hana svona. Hann kom í þessari kerru, þessari fallegu gullkerru sem hún sagði frá dítilum. Og hún núna á himnum, Jesús búin að bjóða til hennar svaka bústað fyrir hana. Hún á eitthvað mansion. Og ég bý eftir að heimsækja hana. En pabbi, ég ætla ekki að taka alla stundina frá þér. Ok, þetta er það. Takk, Sara. Það er yndislegt að eiga trúu börn og við byggjum saman mikið og við elskum Drottinn. Og ég þakka ykkur fyrir að fá að vera hérna í dag, en eins og sagði áttu við yndislega helgi í Kríunesinu, Jesú helgi, og við hittumst alltaf á sunnudögum. Við erum með bænahóp klukkan 5 á sunnudögum ef einhver eitthvað vilja kíkja við og fá svona aukaskamt, þá endilega komið og heimsækja okkur þangað. Ég er ekki alveg viss hvað ég á að tala í kvöld, en þegar ég satt hérna í stólnum þá kom í huga minn, einhvern tímann heyrði ég mann spurja því. Hann horfði á stóran fíl sem var bundið með svona lítinn hæl og það var band á milli. Hvernig stendur á því að fíllinn hreyfir sig aldrei? Bara hann stendur þetta kjörr og ég meina hann hefur allan þennan kraft og þennan styrk, hann getur bara pum í einu stóru skrefi. Og þá var þessu manni sagt það að þegar hann lítill, bara lítill fíll kominn í heiminn, þá var hann bara þjálfar þannig. Það settur hlekkur í hann og hann reynir að rembast, það gerist ekkert, hann getur ekki slitið sig fastan og svo vex hann upp, árin líða og svo allt í hennu byrjar að minnka styrkin í keðjunum því hann er hættur að rembast og svo bara lærir hann að lifa við þetta ástand. Og þannig er oft með lífið okkar að við erum að koma úr misjöfnum bakgrunni. Ég meina, minn bakgrunnur er ólíkur ykkur. Hvað eru margir hérna inni sem eru 17 ára? Er einhver hérna inni 17 ára? Engin 17 ára, allir eldri, ok. En minn bakgrunnu var ekki fíkn. Ég var latur í skólanum, en samt gekk mér ágætlega. En það var engin svona stór vandræði í mínu lífi. Ég var rosalega myrkvælinn af þessu því að barnapían sem passa okkur og lítur, hún sagði okkur alltaf draugasögur. Þannig að það mótaði dálítið líf mitt þegar ég var 17, 18, 19 ára gamall, þá var ég bara rosalega myrkvælinn. Og ég gat ekki verið 1 stundum heima, jafnvel að degi til þegar ég var 12 ára gamall. Þá bara faldi ég mér á klósetti og svo þegar ég átti að fara í aukatíma, klukkan 2 eða íþróttir, þá skaust ég út. Ég var bara mjög hræddur alltaf einn einhvern veginn. Og ég bað Guð að taka þetta frá mér. Ég var svo fíllinn, ég ólst upp við þetta og svo var ég bara eldri og þetta var bara alltaf svona partur á minni lífi að vera rosalega myrkvælinn. Og ég sagði, Guð var að taka þetta frá mér, bara kvöldin þegar það kom myrkur, þá bara, ég var að hafa einhvern hjá mér að vera með ljós, það var eitthvað svona einhver ótti við þetta myrkur og þessar sögur sem ég heyrði, það svona ómöðu dálítið í kollinum á mér. Og ég sagði, Guð, þú var að taka þetta frá mér og einhvern tímann heyrði ég svona innra með mér, voru að ganga út í myrkrið og treysta mér. Þannig að ég var staddur á Bóndabæ, austur á Fjörðum, á Héraði reyndar og þar var engin ljós og eitt kvöldi þegar það var alveg niðamyrkur, þá bara fannst mér okkur, nú gengi ég út í myrkrið. Ég sá ekki neitt valla hvar maður gat gengið, ég bara treysti Guði og smátt á einhverjum 4-5 dögum, þá bara vann ég sigur á þessu í Jesú nafni og ég fann bara hvernig Guð gaf mér sigurinn til að takast á við þetta ástand. Og þið eru með mismunandi bakgrunn hérna inni núna og það eru kannski einhverja keðjur sem eru að halda ykkur og Guð bara leysa þessar keðjur og leyfa ykkur að fá að upplifa kraft hans. Sara sagði frá yfirnáttúrulegu kraftaverki, ég sagði ykkur frá 2 áðan. Ég get sagt ykkur endalaust í allt kvöld frá kraftaverkum sem hafa gerst í mínu lífi, persónulega. Ég man eina stundina þegar mér leið rosalega illa eftir svona smá, dal í mínu lífi sem ég gekk í gegnum. Og ég var einn inn í stofu og bara
eins og Sara sagði með tárin hérna og mér leið bara mjög illa. Og ég var svona með huga með Guð, Drottinn minn, þetta erfiður tími núna og viltu grípa inn í mitt líf og mér leið bara ekki vel og þetta var ekki bara þetta kvöld, þetta var dálítill aðdragandi að þessu og kannski einhverja vikur og þegar ég set þarna í stólnum og bara svona dálítið miðið mín og bara svona að hugsa og svona gangi í gegnum atburðarásina sem hafði gerst og þetta var svona erfiður tími, þá fann ég bara allt í hérna, það var einhver sem lagði höndina á öxlina á mér. Og ég var bara, wow, hvað er í gangi? Ég þorði ekki að líta, en ég fann bara að það kom svona einhver friður og kraftur og kærleikur inn í mig. Eftir nokkra vikna baráttu, þá bara upplifði ég allt í einu að kærleikur Guðs til mín, hann klikkar aldrei. Minn kærleikur getur klikkað til annara, til sjálfs míns, en hans kærleikur til mín, hann klikkar aldrei. Og það kom svona einhver friður sem settist að í hjarta mínu og leið svona bara, ég er alltaf elskaður. Alveg sama hvað, alveg sama hvar ég er. Þú veist, hans augur alltaf á mér og hann elskar mig alltaf, alveg sama hvað. Og þetta svona sett í mig svona akkeri í lífinu að frá þessum tíma það var svona stefna sett, ok, ég veit að hann elskar mig og trú mín byggir á því að hann elskar mig í dag og hann mun aldrei yfirgefa mig. Þetta bjargið sem ég stend á. Ég elska hann, en þegar ég veit að hann elskar mig þá er auðvitað að elska tilbaka. Á einum stað segir í ritningunni í Lúkas 6:45 af gnægð hjartans mælir munnur þinn og ég fengi að læra í gegnum lífið að því sem við fyllum huga okkar að það mælir hjarta okkar að það mælir munnur okkar og það skiptir svo miklu máli fyrir þig og mig og alla að vera í réttum félagsskap til dæmis. Ef þú ert í þannig félagsskap það er alltaf verið að tala neikvætt og svona, þú veist, félagsskapurinn dregur þig niður eða heldur þér á einhverjum ákveðnum stað, þá byrjar munnurinn að mæla þetta og þú byrjar að trúa þessu. Og það heldur þér í ákveðnum fjötrum. Ef þú stígur út úr þessu umhverfi sem dæmi, fer kannski til einhver annarra landa, kynnist þar öðru fólki sem er bara með áhuga á útivist eða einhver og þú tekur þátt í því, þá smátt og smátt bara þá ertu komin í aðra veröld, einhverja útivistaveröld og þú getur ekki farin eitt annað því þú ert bara á þessum stað. Þannig að félagsskapur skiptir rosalega miklu máli og besti félagsskapurinn er við Jesú. Það er besti félagsskapurinn og við getum fengið að upplifa samstöðu hérna á samverunum og ég vil bara hvetja þig til að vera í réttum félagsskap. Að heyra það sem þú heyrir eða tala til þín, það sé fólk sem er að tala jákvætt, er að tala blessun, er að tala guðsorðin í lífið því að það byggir þau upp, því að gnægð hjartans mælir munnur þinn. Þannig að þetta er svona leyndardómur að vera á þannig stað að heyra og taka á móti og við getum eins og ég sagði verið hérna í stórum sal og fundið stemninguna að vera hérna og Guð snertir við okkur og trúið því að hann snertir við okkur í kvöld en mikilvægustu augnablikin eru gjarna þegar við erum ein með Guði. Þegar við draugum okkur aðeins afsíðis og gefum honum tíma inn í herbygginu, lokum af, förum á hnén frammi fyrir Guði eða setjum í stólnum eða liggjum á bakinu og bara Drottinn Guð og svo byrjum við að tala við hann, deila okkar hjarta og taka á móti, það er svo mikilvægt, bara vera hljóður og leyfa Guð að tala og bara gefa hann smá tíma og þegar við fórum að upplifa þetta þá var þetta mikilvægast augnablikin eins og þegar ég var einn inn í stofu með Guði og þegar höndin kom að öxl mér, stundum er það áþreifanlegt, stundum er það ekki, stundum er þetta innra með okkur, Guð svarar öllum bænum, ekki spurning, Guð elskar okkur, þannig að passaði að vera í réttum félagsskap og vera réttum stað og vera réttum stað ef við í samfélagi við Drottinn. Þá ertu á réttum stað. Þú ert að heyra og meðtaka frá honum. Á einu stað í Biblíunni segir að Marta og María voru miklu vinir Jesú og Lazarus bróðir þeirra. Og svo gerist það að Lazarus veikist alveg heiftarlega og hann er alveg við það að deyja. Og það er kallað á Jesú og hann er töluvert langt í burtu og hann fær að heyra fregnirnar af því að Lazarus er mikill veikur og hann er að koma á staðinn og hjálpa og lækna. Við erum búin að sjá öll þessi kraftaverk gerast. Og Jesús eiginlega dregur það að fara og það líða einhverju dagar og svo fara fréttir af því að Lazarus er dáinn. Og það líða 4 dagar þangað til hann mætir á staðinn og þá er það Marta sem er alveg harmþrungin af gráti og harmi og mætir Jesú þegar hann er komin inn í bæinn og segir bara, meistari, ef þú hefði verið hérna fyrr,
þá væri bróðir minn ekki dáinn. Og Jesús segir, ég er upprissan og ég er lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og Marta segir, já ég veit það, Jesús, að þú munt á einum efsta degi reisa okkur upp og við munum lifa með þér. Marta sagði fyrst, ef þú hefði verið og var allt í lagi, og líka á einum efsta degi, þá var allt í lagi. Og þannig er það oft með okkur, við erum akkurat hérna núna og við segjum, bara ef hlutirnir hefði verið öðruvísi, ef ég hefði lært eitthvað öðruvísi, eða ef ég kynst einhverjum öðrum, eða ef ég hefði gert þetta eða hitt, þá væri ekki svona komið fyrir mér í dag. Þegar Guð vill að þú slítir á þetta og Guð vill lækna þessa fortíð, ekki að hún sé alltaf að elta þig eins og keðjan, en þá segjum við gjarnan, ok, en ef ég fengi réttu vinnuna, eða ef ég myndi bara losna við þessa fíkn, eða ef ég myndi, og svo kemur þetta framtíðin og svo fortíðin. Þegar Jesús segir, ég er hér núna, ég er upprisinn á lífið, núna er tíminn til að upplifa Guð, núna er tíminn til að upplifa kraft og kærleika Guð. Og Guð er yfirnáttúrulegur Guð. Hann er, sko, ef að Jesús væri ekki upprisinn, þá værum við ekki hér. Ef að Jesús hefði bara verið góður maður, flottur kennari, æðislegur siðfræðingur, þú veist, og einhver græðari, og læknari, þá við værum ekki hér en hefði bara verið það. En hann er sjálfur Guð. Og bara örstutt, og ég ætla ekki að vera lengi að tala, en hérna, ef ég væri hérna með títubrjónshaus, lítinn títubrjónshaus, og þetta væri jarðklínan, jörðin, og við sjáum þetta kannski sólkerfi hérna, og svo þér fyrir utan bara endalausar víddir, og við erum hérna á þessari pínulitli jörð sem að í óravíddi veraldar, og konungur konungana hefur skapað alla hluti. Hann er upphafið og hann er endir að öllu saman. Og Jesús ákveður það að á þessari jörðu skuli búa fallegt mannkyn og hann skapar mannin, Adam og Evu í upphafi. Og lífið verður til hér á jörðinni. Og Guð blæs lífin í mannin og maðurinn gengur með Guð og þekkir Guð og þeir tala saman eins og vinir. En svo allt í einu brýtur maðurinn boð Guðs. Og þessi maður á þessum litlu jörð fer í uppreisn gegn Guði og ég var myndur á það bara í dag þegar ég var að biðja að það var málari sem málaði rosalega flottar myndir, alveg svakalega flottar myndir, seldust á miklum pening og árin liðu og hann var á vappi einhvers staðar í frönsku þorpi og er að ganga fram hjá antikbúð, kíkir í gluggann, sér hann ekki eitt af sínum fyrstu málverkum í glugganum. Og það er mjög laskað, ramminn er skakkur, búið að rispa myndina, hún er mjög illa farin. Og hann hugsa með sér, þetta er mín mynd, ég málaði hana, þetta er mín mynd. Og hann hugsa með, ég fer bara inn og tek hana, en hann getur það ekki, hann verður að kaupa hana. Þetta er hans mynd, en hann verður að kaupa hana. Hann verður að fara inn í búðina, leggja fram pening, og það var alltaf mikill peningur, til að kaupa myndina, og til að geta lagað hana, og endurbætt hana, og sett hann aftur upp á vegginn þar sem hann á að vera. Og þegar Guð sá að mannkynið féll og maðurinn var í uppreisn gegn Guði og andinn sem hann blés inn í líf hans, hann svona slokknaði á honum, þá gat hann ekki bara ruðst inn í líf hans og bara byrjum upp á nýtt, gerum þetta bara allt saman aftur eða eitthvað. Hann var að kaupa mannin aftur einhvern veginn. Þannig að hann sem er yfir öllu hafin og horfir á okkur á þessari litlu jarðkringlu sem er skapari himins og jarðar og gaf manninu líf og bjóð þetta allt til, hann var sjálfur að gerast maður. Þannig að hann kemur hérna niður á jörðina, orðið var hold og þá bjóða með okkur fullu náðar og sannleika. Og Jesús, 30 ára gamall, þá stendur hann upp í Nasaret, bara allt í einu, 30 ára gamall, fer hann í musterið og opnar bókina í Jesaja. Ég er komin til að leysa fangana, lækna henni sjúku, opna augu blindra og leysa fjötrana. Í dag hefur þessi ritning ræst og allir sögðu bara, vá, þvílíkt og annað eins. Hver er þessi maður eiginlega? Það er eitthvað kraftur yfir honum. Og þá fyrir einhver að segja, nú, þetta er bara sonur hans Jósefs og hennar Maríu og er þetta hann? Hvernig getur hann sagt þessi orð? Og þá svona greip sig einhver svona smá reiði og þeir öllu bara hendunum fram á bjargbrún, ég held að væri orðin eitthvað klikkaður eða eitthvað, en allt í einu bara stoppa allir og hann gengur mitt á meðalæra eins og ekkert hafi gerst. Hann kom ekki aftur til Nasaret, held ég, eftir hennan tíma.
Hann fór hann öll héruðin í kring, læknaði og gerði undur og tákn og allir sáu þvílíkur kraftur yfir þessum manni. Og svo segir hann við lærisveina sína, ég kominn til að fara á krossinn. Og nú stundin komin, segir hann við lærisveina sína. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Hann sá þína fjötra og mína skökku mynd á himnum fyrir 2000 árum síðan. Áður en heimurum var til og grundvallar sá hann þína skökku mynd. Og hann ákvað að kaupa þessa mynd þig til að gefa þér nýja byrjun, nýtt líf. Og þegar lærisveinarnir eru svo skelkaðir eftir að hafa krossfestu, búin að sjá allt þetta blóð sem að rann og þyrnikórónuna og spjóti stungið í síðu hans og þeir eru hræddir og búin að loka sig af og svo heyrist orrumur frá konunum. Hann upprisinn og þeir trúa þess ekki. En allt í einu stendur hann mitt á meðal þeirra og þeir alveg bara, Guð minn og falla bara fram og trú ekki sínum eigin augum sko. En allt í einu bara, vá, þvílíkt og annað en. Hann upprisinn í dag og Tómas sem hafði efast var hann staddur og hann fekk að þreifa á höndum hans og síðu hans og fekk að bara upplifa, vá, og Jesús segir við hann, Tómas, ekki vera vantrúaður og ég segi við þig, ekki vera vantrúið eða vantrúaður. Trúðu þessum kraftaverka Guði sem yfir allt hafinn, sem svo stór og mikill, sem að sagði við Leví sem var tollemdamaður og var hafði fullt af peningum og vann alveg flotta vinnu fyrir Rómverjana, var hataður af gyðingunum. Allt í einu gengur hann fram hjá tollemdibúðun og segir, fylg þú mér. Ég meina, fylgdu mér, ég í góðu starfi og maðurinn stendur upp frá öllu saman og byrjar að fylgja á eftir. Var einn af hans lærisveinum, einn af hans sterku lærisveinum sem hann lét líf sitt, hann lét líf sitt líka sem sannur lærisveinn, en ég var að rugla saman við Tómas sem hann dó í Indlandi, en hann var alveg sama. Þannig að Jesús að kalla á okkur í dag og þessi Jesús sem kom til jarðarinnar lifir í dag. Og ég trúi því að við þurfum að fyrir þetta árið að byrja að tala út stóra hluti. Tala út stóra hluti og þú segir kannski ég ekki verðugur eða verðug að biðjum þetta eða hitt, en settu þér stóra drauma fyrir þetta ár. Settu þér stór markmið því að leiðu byrja að tala út og treysta Guði, þá átt að fara eins og ég sagði áðan, á gnægð hjartans mælir munnuðinn, þú eru byrja að fylla þig af einhverju svoleiðis, þá fara hlutir að gerast í þínu lífi. Þú verður að stíga á svona trúarskref. Ef þú segir aldrei neitt, gerir ekki neitt, biður ekki Guð neitt, þá er mikil hætta á því að það gerist ekki neitt. Guð elskar þig, en það eru þessi trúarskref sem við stígum. Og þegar við stígum þessi trúarskref, þá fara hlutir að gerast í lífi okkar. Það er svo yndislegt að upplifa þetta og ég trúi því fyrir þetta ár, þá munum við sjá fleiri eignast lífi með Jesú heldur nokkuð tíman áður hér á Íslandi á þessu ári. Og ég trúi því líka að verði eining á meðal kristni eins og aldrei fyrr. Og ég trúi því líka að Guð sé að reisa upp stólpa. Stólpa. Og þú ert stólpin sem að Guð ætlar að reisa upp á þessu ári og þessna er Biblían svo mikilvæg og í dag eru allir með eitthvað app og eitthvað síma og eitthvað vesinn sko. En Biblían, það er svo gott að eiga Biblíu. Ég hveti ykkur til að eiga Biblíu og Óli var að segja við mig fyrir stundina sko. Í gamla daga við vorum með undirstrikunapenna og yfirstrikunapenna og vorum að merkja við og við áttum þetta. Ég á fullt af Biblíu. Þetta er bara eina af þeim sko. Ég geti sýnt ykkur yfirstrikar og undirstrikaðar Biblíur alveg hægri og vinstri sko. Ég mér ekki vænt þetta. Og á kvöldið þegar ég fer að sofa þá yfirlega teki og ég sofnaði orðið, leyfi því að aðeins að melta mig inni sko. En þetta lokum þá núna er Guð mitt á meðal okkar. Og hann þekkir þig mikið betur en ég þekki þig eða maki þinn þekki þig. Þú veist, ég get haft tannbínu eða verk og ég get sagt mínum besta vini eða læknum frá því. Hann er ekkert að finna fyrir því. Hann getur fundið til með mér. En Jesús er að finna þinn verk. Hann finnur nákvæmlega hvernig þið líður og það er enginn eins nálægur þér eins og Guð. Ég meina, ég og yndisleg börn, yndislega konu og við getum tala saman og borið hvers annað byrðar og allt svoleiðis. En þegar út með Jesú, það er ekkert eins og það. Þú getur ekki falið neitt, þú getur ekki sett upp eitthvað andlit og allt í fínu lagi og bara ég er í góðum málum eða eitthvað. Men hann veit nákvæmlega hvað það gangi í gegnum. Og þegar það er einlægt hjarta og þú mætir Guði, þá bara fara hlutir að gerast. Og ég trúi því þetta ár kraftaverk. Trúðu Guði fyrir kraftaverki. Sjáðu einhvern sjúkan í kringu þeim, byrja að biðja fyrir honum.
hlutinni byrja ekki að gera fyrir við byrjum að biðja. Og ég vil bara segja þig, þetta ár verður stórkostlegt ár fyrir þig þegar þú leggur lífið þitt í hendurnar á Jesú. Jesú foringinn okkar. Hann foringinn okkar. Og ég ákvað að fylgja honum þegar ég var 17 ára gamall. Og ég bara, vá hvað ég var þakklátur, vá hvað ég heppinn að hafa, verið 17 ára gamall þegar þetta gerðist. Ég vildi að það hefði verið fyrr, en 17 ára gamall, ok, og síðan þá bara alveg ótrúlegustu ævintýri með Jesú, bara nýjar vittir og sýnir og bara þér á að vegna vel í lífinu. Það sem þú tekur fyrir hendur, það lánast þér á veraldlega sviðinu, líkamlega sviðinu, andlega sviðinu, félagslega sviðinu, okkur á að vegna vel á öllum sviðum lífsins. Það bara viljið Guðs að það sé nægtarbrunnur innra með okkur. Mér langar til þess að við stöndum öll upp og mér langar að biðja fyrirbiðendur að koma hérna bara aðeins fram og ég vil bara ítreka það eða undirstreka það að Guð vill snerta við þér heima í herbygginu þínu. Bara hann þráir það. En við skulum samt eiga stund með honum hérna núna og ef að þú vilt stíga skref með Jesú í kvöld og segja við hann, ok, Jesús, ég vil fylgja þér. Eða mér langar að setja mig markmið Jesú, ég bara vil vera meira með þér þetta árið. Eða bara, þá svo gott að stíga skrefi núna og segja, ok, Jesús, nú komið að þig, nú langar mig að gera eitthvað. Og kannski klikkar þetta 2 daga, 3 daga og stendur þú bara aftur upp og heldur áfram, skilur en þú ert samt búin að bæla þetta út. Og leið þú mælir þetta út og Guð heyrir þetta, bara eltir hann bænina, eltir hann alveg inn í því, hann þráir að sjá breytinguna. Þannig að ef þú vilt stíga skref í kvöld, ef þú ert sjúkur líka, þá endilega komdu fram, sjúk eða sjúkur. Ef þú vilt stíga skref með mér hérna í kvöld og sjá Guð gera kraftaverk í þínu lífi, þá bara komdu hérna fram og það er fyrsta skref, trúarinnar skref. Ef þú kemur ekki fram, allt í góðu lagi, það er engin pressa, þú kannski þarft ekki á því að halda, þú búin að taka þín skref, bara fullkomlega sátt eða sáttur. En ég ætla að biðja fyrirbindurinn að koma hérna fram, við heyrum tónlistina og bara meðan tónlistin gengur þá, og mér langar líka að biðja fyrirbindurnar í hópnum, okkar bænahópnum, að koma hérna fram og vera með okkur. Og eins og ég segi, þeir eru velkomin í bænahópin til okkar á frekar uppbyggingu, en gjörðu þið svo vel. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir að þú mætir hverjum og einum sem hingað er komin í kvöld. Og nú tökum við skref, Drottinn, frammi fyrir augliti þínu og ég bara bið þig í Jesú nafnum að mæta hverjum og einum sem hingað er komin í kvöld. Hvort sem að komi fram eða ekki, skiptir ekki máli, Drottinn minn, bara bið, Drottinn minn, ég bið, Drottinn Guð, framgang, blessun, nýja tíma, Drottinn minn, sigur inn í líf hvers einasta einstakling og hann fór að upplifa nærveru og kærleika himinsins í gegnum Jesú Krist. Í Jesú nafni, Guð blessi ykkur. Ég ætla að koma hérna fram og biðja með ykkur líka.